Já, komiði sæl, við ætlum að ræða hérna hvort samfélagið okkar hefur borið af leið eins og svona margir virðast nú sammála það nokkur eiginlega bara skelfileg mál sem að hafa verið áberandi í þjóðmála umræðinni síðustu daga. Ofbeldismál, hnífamál, stúlka, látin, alls konar göt í kerfinu og hérna óöryggi, kannski svolítið drastískar aðgerðir sem verið að grípa til á sömu stöðum eins og við veitum ekki alveg hvernig við að bregðast við hinn og þessu. Við erum svolítið óviss það hvort við erum góð við börnin okkar, hvort við erum sannarlega að gera það besta fyrir börnin okkar, áhyggjur af þeirra framtíð. Og það eru komnir til mín tveir listamenn. Sara Óskarsson, velkomin. Takk. Og svo hins vegar Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, verið báðar velkomnar. Þú ert sem sagt tónlistar og myndlistarkona, en þú heldur þig að mestu leyti við myndlistina, ekki satt? Já. Þið eru báðar manneskjur sem látið samfélagið ykkur varða, ykkur ekki sama. Það til dæmis stutt síðan þú skrifaðir greina á Vísi Lóa sem vakti mjög mikla athygli. Ég var að nefna þarna hnífamálið og það mætti líka nefna undrun okkar gagnvart fatlaða drengnum sem á að senda úr landi, jafnvel út í opinn dauðan. Geturðu byrjað á að svona fyrir þá sem ekki hafa lesið pistilið þinn að segja okkur aðeins af hverju þú skrifaðir þennan pistil og svona hver kjarnin í honum er? Já, hann fjallar ekki málið á menningarnótt. Þegar mér fannst að vera of stutt síðan að það gerðist. Já. Og hérna, já, hann fjallar hvernig fólk gleymir að hugsa sjálfstætt og bara einhvern veginn bara tekur einhverjum reglum eins og náttúrulögmálum og bara í skjóli þess bara tekur hræðilegar ákvarðanir og bara vinna vinnuna sína og einhvern veginn samþykki eitthvað sem í raun og veru er ekki eðlilegt eða siðlegt. Það bara einhvern veginn hægt og rólega verður einhver regla æðri heldur en það sem væri betra eða réttara eða sanngjarnara eða skilji. Já, það er ekki meðal annars að tala embættislausa embættismenn. Já. Já. Af því það er náttúrulega bara fólk. Já. Og saman með sem er stórfyrirtæki. Já. Það er alltaf svona eins og að það sé ekki manneskja bak við það. Einmitt. Og það er svo skrítið og það er svo mikið aftenging. Já. Og við erum ennþá svo lítið samfélag að mér líður eins og að það ætti ekki að vera svona. Nei. Og að því ég bara hef fylgst mikið með ég syns já, að ég hef bara mikið á að ég er svona 9. áratugs barn og 10. áratugs unglingur og ég trúði því að við værum svo æðisleg en ég fattaði ekki að ég tryði því og ég héldi það og treysti bara öllum kerfum og ég treysti lögreglunni og ég treysti bönkunum, ég treysti öllu og svo bara ég að kringu 30 þegar bankahrunið verður og frá því að ég að klára listaháskólann þegar allt fer upp í eitthvað svona ég man bara eftir að hafa fundist allt vera bara á yfirsnúningi þegar að góðæri var svona og eins og það væri bara eitthvað rosalega að. Já. Og já, og hægt og rólega þá byrjaði bara svona heimsmynd mín að bara fletta hún bara fór bara svona að falla hægt og rólega í sundur og síðustu ár hef ég bara haft það hefur bara svona haft svona slæm andleg áhrif á mig en af því ég bara vissi ekki að svarið við því er að gera eitthvað í málunum, þú veist bara mótmæla að skrifa greinar eða reyna að breyta eða skiljiði og ég held að mjög marga mannesku séu þeirri stöðu að líða bara svona bjargalegu sem gagnvart einmitt kerfum og lögum og reglugerðum. Já. Það er eitthvað svona eins og öllum líði eins og þau hafi enga stjórn á einhverju. Já.
og það er svo auðvelt að stýra hræddu fólki og það er svo auðvelt að stýra fólki sem að vill bara einhver taki ákvarðanir fyrir þau og ég bara já. Og hvað verður þann sem mótmælir? Sko, það er alls konar sem getur komið fyrir sumir valdeflast og hitta samfélag af því að og já, það er bara alls konar sem getur gerst og getur fundið fólkið sem þú varst að leita að og en það geta líka hræðilega hluti gerst eins og í Skuggasundi en það var ekki út af mótmælendunum heldur af því að fólk var í skjóli vinnuna sinnar að hegða sér á ákveðin átt. Já, þannig er þetta að vísa til atburða sem kannski ekki allir hlustendur og áhorfendur minnast svo gjörla en það var ríkisstjórnarfundur Já. Og mótmælendur vildu mótmæla aðgerðaleysi gagnvart Gaza. Já, einmitt. Og leggjast þeir á jörðina? Hluti af þeim leggst í götuna en það var hægt að keyra fram hjá þeim. Já. Og Pétur Eggerts er búinn að bara greina þetta. Já. Hann er með myndbönd á netinu. Hvað gerist þá þegar fólkið ætlar að mótmæla friðsamlega? Sko, lögreglan bregst við á mjög ofbeldisfullan hátt og já, og fer að úða piparúða í andlita fólki og hrinda þeim í jörðina og bara draga fólk eins og okkur kartöflupóka og já, og fara bara einhvern veginn já, mér finnst þau ganga bara yfir. Varstu á svæðinu sjálf? Nei. En þú var bara séð myndir af þessu? Já, ég var ég bara séð myndir af þessu og hef rætt við fólk sem að var á staðnum. Já. Og já. Já. Þannig að eins og þú nefndir, við trúðum á kerfin okkar. Já. Og við vorum kannski svolítið blind á einhverju tímabili í þeirri trú, svo bregðast þau og við ætlum að mótmæla því að þau hafi brugðist og þá er okkur svarað með þessum hætti. Já. Og síðan að þetta gerist hafa komið upp mörg mál sem að svona ennfremur skekja þjóðarsálina og spyrja stóra spurninga á hvaða leið við erum, ekki satt og samanber þetta sem þú segir þú kallar það sko þú talar sem sagt munin á ílsku hvort það er svona lágkúruleg kerfisílska, getur maður ekki sagt það eða svona djöfuleg ílska. Getur aðeins farið við það með okkur? Já, sko ég er að vitna í Hönnu Arendt en hún talar lágkúru ílskunar. Já. Já, ég ætla bara að útskýra. Ég sem sagt er í grunninn manneskja sem er með svona, ég forðast helst erfiða hluti og hefur bara eitt mörgum árum í að lesa skáldsögur. Já. Og stundaði mikinn veruleikaflóta og sjónvarpsgláp og bara allt sem er ekki að horfast í augu við eitthvað ástand. Og mér finnst trúlegt að bara svona með hvað ég sé í kringum mig og bara svona fólk eins og núna þegar bara einhvern veginn það stari bara framan í andlitið á þér óréttlætið og það sást líka bara í COVID þegar að hvernig bólusendingum var útdeilt þá var maður bara svona já, þú veist, þú getur ekki lengur talið trú að heimurinn sem við búum í sé góður og kerfin sé góð. Það er bara, það er búið að fullreyna kapitalisma til dæmis. Þú veist, þegar að, þú veist, bara eins og Bandaríkin, þeir eru komin bara á endastöð, við erum komin á fáránlegan stað, eins og útlendingalöggjöfin nýja og allt þetta bara, að það er alltaf verið að reyna að segja að það sé verið að vernda þið fyrir einhverjum ótta og það er sko fólk sem myndi þetta er ríkt fólk að hræða milliríkt fólk með fátæku fólki og það er það er verið að reyna að stýra fólki með ótta og einhver svona og kynda undir bara svona útlendingahatri og það er bara svo mikil misskipting í heiminum og þú veist
bara síðustu ári bara búin að sýna fram á það er svo erfitt að láta eins og það sé ekki satt og já, ok, ég bara útskýra ég er að lesa núna ég er að reyna að lesa bækur sem að eru eftir stjórnmálafræðinga og heimspekinga til þess að reyna að skilja heiminn og vera ekki að finna upp eitthvað hjólið mér langar bara að skilja og mér langar að skilja hvernig er hægt að koma í veg fyrir eitthvað og að mér líður allavega eins og það sé bara byrjun að skilja og ég hef óslega mikið áhuga á því að ég var bara að lesa bækur eftir Hönnu Arendt og og fannst þetta svo heillandi af því að þetta rýmar svo rosalega mikið við og það var verið að fjalla núna er ég að lesa bók sem heitir Af ást til heimsins og það greinasafn þýddar greinar og og bara umfjöllum hugmyndir þessar konu og þetta er mjög áhugaverður og hún er eiginlega heimspekingur en hún er líka eiginlega stjórnmálafræðingur hún er svona einhvern veginn og hún er fyrir utan allt þannig hún hefur svo skýra hún getur horft á hluti utanfrá og mér fannst þetta bara vera svo áhugavert af því að hún er bara að lýsa ástandi sem ég er að horfa upp á með að lesa fréttirnar og fylgjast bara með einhvern veginn og þessi lágkúrulega ílska sem tengist sem sagt því sem þú ert að ræða hún birtist í kannski því að embættisfólk aðhefst ekki, það tekur ekki sjálfstæðar ákvarðanir það finnur ekki manneskjuna í sjálfum sér, það skýlir sér bakvið einhver kerfi sem er ein af þeim ástæðum sem er ein ástæðan fyrir því að við erum komin á þann stað sem að við erum núna. Já, og fólk einhvern veginn og þú ert bara búin að horfa á vinstri sinna stjórnmálamenn einhvern veginn búin að vera að reyna að segja að það skipti máli hver stjórnar og svo skipti það einhver máli og það er einhvern veginn ég var að reyna að útskýra þetta fyrir sjálfur mér og vonandi öðrum að það er ekki hægt að segja bara þessi maður var bara siðblindur brjálæðingur og þess vegna skiljiði, þú veist bara Adolf Hitler? Já, og bara alls konar fólki gegnum söguna þú veist einn brjálæður maður getur ekki gert neitt ef að fólk stoppar það, þú veist þú getur ekki gert svona hræðilegt samfélag ef að með einni mannsku, þú veist, það er svo margir sem þurfa að taka þátt til þess að eitthvað verði að, þú veist, það þarf að vera jarðvegur og þú veist, hægt og rólega og núna til dæmis bara eins og hvernig er verið að ala á útlendingafordómum þú veist, þetta er bara hluti sem og þetta hefur gerst áður og birtist það í Jassan málunum? Meðal annars af því hann er líka hann er bara svo skýrt dæmi mannsku sem að þú sem manneskja ættir að hjálpa. Já. Þetta er barn. Það ætti bara að vera sátt það án þess að við þurftum að ræða það lengi. Já, hann er með svona, hann líka mann sér bara hrörna. Landið hans er í tætlum. Já. Það er þjóðamál í gangi. Þú veist, bara hvernig gætir í alvörni bara lesi skýrslu eða bara reglugerð eða eitthvað og veri bara, já, hörru, við getum bara sagt nei. Það stendur hérna, við getum það. Það er eitthvað svo fyrir mér er það svo mikið firring einhvern veginn og það sem er svolítið sterkt í pislinu þínum er að þú berð saman ábyrgðarleysi böðlana í seinni heimsstyrjöldinni sem að sá bara að murka lífið úr fólki og þeir sögust bara að vera hluti af kerfinu að þú berð það í rauninni saman við þessa hjásetu og þetta ábyrgðarleysi og það hvernig mörg okkar núna loka bara augunum fyrir því að þegar við ættum að vera aðhafast þá aðhafust við ekki satt? Jú, en ég er ekki að segja að fólk sé almennt líklega til að vera böðlar í, ég er bara að segja, þú veist, hljómar svona, já. Ég veit að það er mikil stigsmunur á svo tvennu, en sem sagt, en þetta er mjög sterkt hvernig þú dregur fram ástandið í seinni heimsstyrjöldinni, hvernig í réttarhöldunum eftir á, hvernig allir vísuðu sök af sjálfum sér yfir á kerfið.
að við sjáum það núna í tengslu við þessi útlendingamál að það alltaf kerfi, það alltaf lög. Já. Það ekki andlit á neinu, það enginn að taka ábyrgð. Já, að því þú sérð bara, það svona eins og það sé að reyna að telja þér trúum að þetta sé bara eins og eldgos. Já. Þú veist, bara það, skiljiði, að það sé ekki hægt að hafa áhrif á þetta sé ekki manngert. Nei, einmitt. Ég bara, sko, ég á auðveldur með að tjá mig í svona formi, en ég var rosalega lengi að skrifa inn á pistil af því að ég byrjaði á svo mörgum, að því að ég er bara að reyna að skilja og er síðan lengi að fara eitthvað svona, ég er ekki sérfræðingur, ég er bara einhver manneskja, þú veist, ég er að reyna að skilja á meðan ég er að skrifa þetta líka og að því að það er svo margt sem ég langar til að skilja í kringum þetta en mér líður samt eins og tíminn sé bara að renna út. Í tilviki Jassons er tíminn að renna út. Já. Og en þetta er svo þetta er bara svo marglaga þetta er marglaga, þetta er flókið og þú veist, ofbeldisárásir unglinga eru þetta er bara svona ein birtingamynd af hvernig við sem fullorðið fólk erum að bregðast. Þetta er bara, mér er svo erfitt að tala skýrt þetta því að mér líður bara eins og þetta sé bara svona allt að hellast yfir okkur einhvern veginn. Við erum kannski miðri vakningu akkurat nú. Já. En það er svo mikilvægt að hvert og eitt okkar einmitt tjái sig þótt við séum ekki sérfræðingar. Kannski erum við bara búin að fá nóg af þessum sérfræðingum öllum. Kannski það akkurat sko fólk á holdi og blóði sem að kemur heiminu til bjargar en ekki sérfræðingarnir. En Sara í tengslum og sumpart pínlítið tengt þessu sem að við Lóa höfum núna verið að ræða þá rak ég augun í athugasemd frá þér á samfélagsmiðlum fyrir nokkrum dögum sem ég varst mjög áhugaverð og það var svona umræða það sko hvað skýrir það að dæmis þetta hræðilega hnífamál getur komið upp og óttan sem í samfélaginu og þú varst í rauninni að skrifa að það væri svona vísbendingar það að við þessi fullorðnu okkur þætti svo vænt okkur sjálf og værum svo miðuð við okkur sjálf að við gleymdum þörfum barnan okkar. Getur aðeins nefnt fyrir mér dæmin sem að þú refaðir? Sko, það sem ég átti við raunverulega er það að samfélagið og hvernig það hefur þróast, bæði pólitískt og bara menningin, lenskan, er orðin þannig að börn og ungmenni eru ekki í forgangi hjá okkur. Þau eru ekki í forgangi hjá stjórnmálamönnum og ég held að flestir foreldrar elski börnin sín út af lífinu sem nú ástæðan fyrir því að það eru allir gjörsamlega miður sín yfir þessari atburðarás á menningarnótt og afleiðingum hennar. Aftur á móti þá hefur gleymst, og ég sammála Lóu með þetta, það hefur gleymst þetta mannlega, þetta mennska og það sem skiptir máli, sem skiptir höfumáli og það eru börnin okkar og unga fólkið. Og tökum sem dæmi, eitt dæmi sem ég tók í þessari athugasemd sem þú vísar til eru skólarnir. Þeir eru allir að mygla í sundur og það er bara staðreynd. Og það er að valda börnunum heilsufarstjóni og leiðin til þess að bregðast við því er að setja gáma á skólalóðina. Það er jafnvel komið það langt að það má ekki lengur tala um gáma. Þetta eru smáhýsi og eitthvað, það er verið að reyna náttúrulega bara að einhvern veginn pensla yfir sannleikan og raunveruleikan sem er frekar ljótur þegar þú keyrir fram hjá skólum og það er bara búið hlaðafyllt af gámum. Þetta er ekkert annað en gámar skólalóðunum. Við setjum börnin þangað í stað þess að leggja einhvern lágmarksmetnað í það að byggja byggingar fyrir börnin okkar sem er svo haldið við. Ástæðan fyrir því að margar af þessum byggingum eru að hruni komnar og mygla er að því að þeim hefur ekki verið haldið við. Og það er sagt á ensku í afsakaslettuna a stitch in time saves 9. Eitt spor sparar 9. Og nú erum við bara komin á þann stað þar sem að þessi skólar eru svona og það er ekki
til peningur innan gæsalappa til þess að byggja fallega skóla. Ég meina, horfðu á Melaskólann, hvað þetta falleg bygging. Þetta var byggt sem skóli. Þú særir þetta ekkert í dag. Og ég er mjög hugsi yfir því hvaða skilaboð eru við að senda börnunum okkar þegar við segjum þeim þetta nógu gott fyrir ykkur. Þið getur verið þarna. Forgangsröðun fjármuna segir sitt. Já, það segir sitt. Svo myndist ég aðeins á stóra sundlaugamálið. Og ég og Ólafur Elíasson höfum aðeins verið að berjast í þessu. Sko, þessir krakkar, þetta unga fólk búið að vera að sækja í það að fara í sund á kvöldin, jafnvel helgar. Það er engin hnífar í sundi. Það er engin hnífar í sundi. Það er engin skjátæki. Nei, það er engin í svona, þú veist, dýrustu fötunum, þannig. Það er ákveðið svona jöfnun sem á sér stað þegar fólk er í sundi. Kannski sundlaugin jöfnunartæki sem að skólarnir átt að vera en eru hættir að vera? Já, nákvæmlega. Og þarna er ekki stöðugt áreiti, það er ekki einu sinni tónlist, það er ekki auglýsingar og þau eru ekki að drekka í sundi og reykja og ekki með hnífa á sér. Og þarna var ákveðið að stytta opnunartíma sundlaugarinnar þvert á óskir ungs fólks. Þau meira þess að mættu á borgarráðsfund og óskuðu eftir því að þessi yrði afstýrt, þessum skerta opnunartíma. Það var ekki orðið við því. Og þarna finnst mér stjórnvöld, samfélagið allt, bregðast hlutverki sínu og bregðast þessum börnum. Ég gæti ekki séð neitt betra forvarnar starf heldur en það að reyna að koma börnum og krökkum og ungmennum í sund saman og þarna er verið að vinna á móti því. Og mér finnst það bara mjög alvarlegt. Svo er bara staðreyndin sú að samvera með fjölskyldu er eitt áhrifamesta forvarnar tólið sem við höfum. En á sama tíma þá er svo mikið að gera hjá öllum, það er svo mikið áreiti, það er svo mikið stuð í samfélaginu, það er svo mikið hraði og sérstaklega hérna á Íslandi verði ég að segja. Ég dvaldi í einn mánuð í París í sumar og þó það er nú svo sannarlega ekki fullkomið þjóðfélag eða samfélag þar að leið að ég kom aftur til Íslands þá fann ég áþreifanlega spennuna hérna. Það er einhver spenna. Maður skjóta inn í. Ég breskan vin sem býr í Reykjavík og hann var eitthvað, við varum eitthvað að tala um spennu og stress og eitthvað. Hann var að segja bara af hverju líður mér okkur stressari hérna heldur en í London og ég fekk þetta heilan og ég endaði að hugsa bara já, af því að þetta er smáþorp sem að hegða sér eins og stórborg þannig að þú ert með streitu og hraða og vegalengdir og áreiti sem fylgir stórborgarlífi og líka allt og mikla nánd smáþorps. Það sem að þið líður eins og nágranniðin viti að þú veist, þurfur að kaupa nýja sokka af því að þess að snúruna hjá skiljiði, en nú er með tvöfalt álag. Þetta var mín kenning og hann bara já, ég held sér rétt. Já, þetta er hárrétt. Þetta er mjög flott kenning. Já, og vandamálið er líka, þú veist, það er líka ákveðin mótsögn í samfélaginu okkar. Því að við heyrum það, verja meiri tíma með börnunum, vera minni í skjálausa sunnudaga og allt þetta. Ég á 5 börn og 4 af þeim eru á leikskóla og í skóla. Ég ætla einn daginn að taka saman alla tölvupóstana, alla Facebook-hópana, allt raunverulega stafræna áreitið sem ég fæ sem foreldri og þarf að fylgjast grannt með og setja þá tölu fram. Og það er ekkert valkostur fyrir mig sem móðir að sleppa skjá á sunnudögum. Þetta er 24/7.
Þetta 24/7. Þetta það og það eru Facebook-grúpur út að fylgjast með og það oft lítill fyrirvari, þú veist, það rauður dagur á morgun, grænn eða fjólublár eða sparinesti eða bara e-mail einhverjar hugrenningar. Ég veit að það allir að reyna að gera vel og ég ekki að gagnrýna skólastjórnendur per se eða leikskóla, neitt svoleiðis, heldur þetta bara þangað sem við erum komin. Og oft þegar ég með mitt móður samviskubit yfir því að vera í skjá og þau eru að reyna að tala við mig, þá ég einmitt að leysa úr einhverju sem bara tengist þessu. Þegar ég var barn þá fór maður heim með 1 blað á mánuði. Já, og líka að þetta nefnilega líka munur, þetta vinnur gegn jöfnuði vegna þess að börnin sem eiga foreldra sem eru kannski bara í aðstöðu, bara út af einhverju ástæðu, bara út af veikindum eða einhverju getur ekki að tungumála aðgengi getur ekki fylgst með öllu og það fólki sem mun missa á þessu sparinesti og það í staðan fyrir að þetta sé einhvern veginn tækla öðruvísi, margt af þessu bara algjör óþarfi eins og allir þessir symbolísku dagar átaks, akkur gera þau ekki bara eitthvað verkefni, akkur búa ekki til bleikan borð í skólanum, eða skilji ef þetta svona nauðsynlegt í staðan fyrir að mynda búa til 100 atriða to-do-lista og svo þú barnið sem átt foreldra sem get ekki fyllt öllum tölvupóstunum og þá þú alltaf út undan. Þetta bara rugl. Já, og veistu hversu oft ég fréttaði þessu kannski bara klukkan 10 kvöld og keyrt út í Hagkaup og þurfti að kaupa 3 appelsínu gula boli, 10.000 kall jafnvel, af því að þú veist, ég vil ekki að barnið mitt mæti á þess að vera í appelsínu gulu næsta dag eða hvað það Ég meina, þú veist, þetta allt af hugsjón og fallegt en það þarf að horfa á þetta því að þetta streituvaldandi og ég fullyrði það að það sé það fyrir flesta foreldra þegar þetta orðið svona mikið. Það eina góða í COVID-ástandinu var að þetta allt hætti. Já, en svo veit maður ekki sko hvernig COVID birtist okkur síðar. Hvaða áhrif COVID-tíminn hafði til dæmis á unga fólkið okkar. Maður átti að sjá því hvaða áhrif það hafiði á mann sjálfan. En mér finnst mjög áhugavert að þeir eru báðar að nefna þessa spennu að hér var hann Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, satt hér við þetta rauðaborð í fyrradag og ræddi einmitt þessa spennu, þessa miklu spennu sem að hann taldi að skýrði suma þessum voðaverkum sem að við erum að verða vitni að, bara sum afbrot, sum alvarlegustu afbrotin. Og mér finnst það svo þegar þú fórst að tala þegar þú fórst að koma með svona lítið mál innan gæsalappa eins og skerðingu sundlaugar, opna tíma sundlaugana, lítið mál inn í svona stóra umræðu. Stundum það litlu málin sem fá maður til þess að opna augun fyrir því hver samfélagi hefur borið mikið af leið og þegar þú bæði þegar þú hvortveggja nefndir styttingu sundlaugar, opna tímans sem að við getum öll verið sammála að í rauninni bara voðaverk gagnvart þeim sem síst skildi og þetta ekki þeirri peningar sem verið að spara á ári það skiptir nokkru máli í stóra samhenginu að þegar þú tekur það svo og rifjar það upp fyrir manni að núna finnst manni bara orðið eðlilegt að það séu gámar út allt. Við heldum að það væri frávik í fyrsta skipti þegar við sáum gám við skóla fyrir mörgum árum, þá heldum við að þetta bara svona í korter síðan þið allt aftur eins og það var. Nú búið að venja okkur einmitt við að þarna eru bara gámar út allt. En hluti af vandanum líka bara að því að hverfi bara svona harmonikur. Já. Þau eldast og svo allt í einu. Ég bý í svona barnahverfi sem svona að koma að þolmörkum bara út af fjölda manns og því að hverfi var búið að eldast og svo allt í einu bara svona barnasprengja. Þú veist það bara, svo ekki mjög ósmöggligt að segja þetta, ég að reyna að hætta að nota, ég er að hætta að reyna að nota ofbeldisfull stríðsorð yfir hluti og eins og normalisera, ég er að reyna að vanda mig. Já, að því að þá bara bara ekki pláss og svo kemur miklu ofan á það og þá, það hlýtur að hægt að gera eitthvað svona að því að okkur vantar líka samfélagshús okkur vantar bæði samganga milli kynslóða og einhvern veginn það hlýtur að hægt að finna út úr því af því hverfi alltaf að
blása út og svo hjaðnar, svo flytja börnin annað og svo eignast þau börn annars þar. Þetta eitthvað svona skólahverfa, þetta líka með leikskólana, það að því gámar einmitt, það er ógeðslega undarleg lausn. Og engin fagurfræði, það þarf að taka inn í, við erum mannlegar verur og fegurð og gróður og umhverfið okkar hefur bara bein áhrif á okkar líðan og líðan barna. En þú veist, þó það sé engin patent lausn á öllu sem við erum að ræða og ég skil, þegar maður fær svona yfirþyrmandi, bara hvað minn góður, sko, að þá myndi ég segja að fyrsta skrefið og þar sem við ættum að byrja væri að setja fókus á börn og ungt fólk og byggja svo samfélagið upp frá því. Já. Að það þú veist, gera vel við foreldra, gera vel við, ég meina við sjáum lækkandi fæðingatíðinni. Hver ætlar að halda upp þessu þjóðfélagi eftir 20-30 ár? Engin. Nei, engin. Þegar meðalaldurinn kannski orðin 50 en svo að gerast í öðrum löndum. Þó að hlutir séu kannski fylgja alþjóðlegri þróun hér á Íslandi, þá þýðir það ekki að við þurfum að sætta okkur við það og þurfum bara að gleypa við því og segja þetta alþjóðleg þróun, við getum ekkert gert. Við erum örþjóð á þessu fallega, kalda landi. Það í okkar höndum, eins og þú segir, þetta mannlega, þetta í okkar höndum. Við þurfum ekki að fylgja öllum reglugerðum og kerfum eftir blindni á móti okkar eigin samvisku og siðferði. Nei, og nú langar mig að vitna í pistlahöfundin Lóu þegar hún skrifar: lágkúruleg illska nær utan embættismanna illsku og skriffinnsku illsku sem sagt hefur notum kerfi, reglugerðir, vinnureglur eða lög til að réttlæta hvernig við komum fram við aðrar manneskjur. Þegar við afsökum voðaverk og ofbeldi með því að vísa í regluverk í stað þess að nýta þær innbyggðu mælistikur sem samviskan og siðvitundin eru, í stuttumáli þegar við leyfum okkur að vera ómerkilegar manneskjur. Og þá það hinn risastóra spurning: hvað gerði okkur að því sem við erum og hvernig komumst við út? Ég meina, við erum ennþá með menntakerfi frá síðustu iðnbyltingu sem að ýtir ekkit rosalega mikið undir það sem eins og Lóa að tala sjálfstæða hugsun eða stíga út fyrir kassan eða þora, og það náttúrulega stór hluti af vandanum. Við erum alin upp við það að fylgja reglugerðum og reglum og haga okkur og hlýða. Hvernig komum við okkur út í því? Við verðum bara að átta okkur á því að ástandið orðið það alvarlegt að við verðum bara að horfa inn á við. Hver ég? Fyrir hvað stend ég? Ef ég í þessu starfi og ég að meiða barn eða framtíð þess, eins og skilur við, þá þarf bara hver og einn einstaklingur að hugsa með sjálfum sér: er þetta það sem að ég vil taka þátt í? Og mann dettur í huga einhver leyti snúist þetta fyrirmyndir, skiptir máli hvaða stjórnmálaflokkar eru við stjórn, hvaða áherslur eru í pólitíkinni, skiptir máli hvaða meldingar stofnanir landsins fá frá ríkisstjórninni, atvinnurekenda valdi að kenna að sumt orðið eins og það eða eru þið með einhverjar svona hugmyndir að Lóa? Muniði í þegar voru gerð rannsóknir á líðan barna og unglinga í hruninu, fyrir eftir hrun, og þeim leið betur eftir efnahagshruni með mörgum hverjum heldur en í þenslunni þegar allir voru bara, þegar það var svona rosalegt lífsgæðakapphlaup, og það það sem að bitnar á krökkum svona það sem að og núna til dæmis bara það sem bara hver flottuðust, hver ríkust, það eitthvað svo efnishyggju, já, bara brjála efnishyggja og svona og útlitsnáttúrulega dýrkunin. Já, og það og það hafa gerðar alls konar mælingar á með til dæmis samfélagsmiðla notkun, og þegar þú ert alltaf að bera þið saman og það eins og þessi keppni en ekki samvinna, eða eins og við séum alltaf
ein og þú veist, hver sinna gæfi smiður og þú veist, survival of the fittest og eitthvað svona og það ekki, þú veist, svona það bjartur í sumarhúsum. Já, það ekki, þú veist, allt sem gott eitthvað sem samvinnuverkefni, það þú veist, við alltaf að byggja á einhver sem einhver önnur manneski gerði og svo búið að íta öll út í svo mikla einstaklingshyggju að það einhvern veginn og það bara eitthvað me time og þú verður nú að setja grímuna fyrst á þig og það búið að vera bara endalaust, þetta búið að orða þetta öðruvísi bara að þú verður nú að passa upp á þig og að hugsa upp þig og eitthvað svona. Heldur að þetta hafi breytt viðhorfum foreldra til barnanna sinna ef við tökum samtíman og fyrir hlýtur að hafa áhrif og líka bara eins og til dæmis núna hvernig og ég bara, þú veist, ég sé svo mikið mun eftir að Bjarni Ben fór að tala þegar hann leiði sér að sýna útlendingaanduð á netinu og hvernig lögreglan búin að vera að vopnvæðast og það svo skrítið að ætla svo að vera eitthvað svona krakkar, sleppiði vopnunum en við ætlum samt að vera með meiri vopn og það svo mér finnst þetta svo brengla, hvernig ætlarðu að segja einhverjum að gera ekki eitthvað þegar þú ert að því bara... Þú ert að tala á sama tíma og lögreglan að fara að taka bara afbyssur þá ætlar hún að vera trúverðu í því að segja öllum öðrum að það geti aldrei verið góð hugmynd að vera með aukin harka og eins og segir fyrirmyndir og annað sem að kemur inn á fyrirmyndir eru það hvernig almenningur, hvernig við sem foreldrar tölum til dæmis á netinu og í athugasemdum. Þetta líka mál sem að þarf að skoða og foreldrar, ég meina eins og með útlendingamálin, sko athugasemdirnar sem að les stundum frá fólki sem bara foreldrar, bara fullur í fólkinu á Íslandi og útlendingahatrið sem það leyfir að setja frá sér, jafnvel undir eigin nafni. Þetta sjá börnin okkar, þetta sjá þau og þetta hefur áhrif á þau og þannig að við erum öll fyrirmyndir en hvað varðar einmitt, það vantar þessa samfélagslega hugsun það rosalega mikið þannig að já, veist, ég mitt nær umhverfi, það öruggt, ég með pening, ég með þetta, þá ég örugg en það ekkert hugsað út í félagslegu vandamálin hjá stórum hópi fólks eins og Sanna var að tala í held ég Silfrinu. Já, það var ég meina heldur fólk í alvörunni fólk sem kannski í efsta lagi þjóðfélagsins að það hafi ekki áhrif á það sjálft og börnin þeirra að það séu 10.000 börnina sem búa við fátækt og erfiðar félagslegar aðstæður og heimilis það náttúrulega bara, það firring að halda að svo sé svo bara hlýtur ekki líka að fylgja því ákveðin svartsýni fyrir barn eða ungling að horfast í augu við það að líkurnar á að börn eignist húsnæði með hefðbundum hætti á höfuðborgarsvæðinu núna, þær eru bara engar og leigumarkaðurinn eins og hann á morgun eru nýnumar í MR að fara á sitt fyrsta skólaball framhaldsskólaball, busaball þau þurfa að gangi gegnum málmleitartæki velkomin í skólan, velkomin til Bjartar framtíðar við þurfum aðeins að fá þig fyrst í gegnum þetta málmleitartæki sko það hefur orðið rof á línulegum framförum bæði efnahagslegum og andlegum held ég að við getum fullyrt hvað gerum við þá? Það myndi hjálpa að ekki halda að þróun og þroski séu línuleg í raun og veru, af því þau eru það ekki. Þú sérð bara hvernig hægt að taka bara réttindi fólk sem að einhverjir hafa eitt lífi sín að berjast fyrir. Það bara hægt að skrifa þær út, bara réttin og þungunarofi. Alls konar réttindi sem búið að berjast fyrir og það bara hægt að taka í burtu á einu bretti af því að það alltaf bara svona, það alltaf bara tók á milli og þetta það ekki langt síðan í uppgötaði að því ég var eitthvað hvernig getur verið svo mikil afturför í réttindum kvenna bara
og og þá var ég að lesa grein að þetta er alltaf hagsmuna, þú veist, það eitthvað sem þér finnst vera eðlileg réttindi, kannski manneskja við völd sem finnst það alls ekki. Þannig að þú þarft að vera vakandi, það er ekki hægt að segja bara, skilji, það er stöðu barátta. Já, þetta er það og það þarf bara að sætta sig við það. Við erum samt í nýrri stöðu vegna þess að efnahagslega þá hefur Íslands samfélag bara verið eins og píla upp allt frá lýðveldi. Það er ekki fyrir ég held að fyrir 2 árum sem við sjáum hneignuninni hefjast. Það verður erfiðar að vera ung manneski efnahagslega fyrir 2 árum. Það var líka krónuskerðingin, þannig að þegar núllum voru tekin af og ég var ekki fædd þannig ég man ekki eftir, en það var hrun þá líka og ég man eftir að það varu minni peningar þegar ég var barn og þú veist erfiðar að kaupa. Ég upplifi að ég sé miklu efnari heldur en foreldrar mínir þó ég sé ekki eins og í fastri vinnu. Það bara þetta er öðruvísi. Já. Þetta er, ég held að þetta sé svona dífirnar sé lægri og síðan er þetta samt á einhverju leið. Var allavega sko hlutfall ungs fólks í, sem sagt, ef við tökum tekjulága hópa, það er hærra núna heldur en hefur verið. Ég held að það sé nýtt, mér minnir það að svo sé, þótt að sé eins og þú bendir á það hafa náttúrulega verið öldugangur og það var hrun og allt það sko, en núna sem þetta er kannski ekkert sérstætt sem segir okkur að við náum aftur efnahagslegum framförum eða þú veist, vexti góðæri og svoleiðis og hvað er það að gera? En það er líka annað sko, við þurfum líka aðeins að breyta því hvernig við tölum þessa hluti, efnahagsmálin og það hvernig við höfum það og það kemur inn á þetta að tala bara á mannamáli það og að láta ekki stjórnmálfólk segja okkur hvernig við höfum það. Við vitum hvernig við höfum það og það er í okkar höndum að breyta því hverju það eru sem eru að stýra þessum hlutum. Við höfum bara einhvern veginn endurtekið kosið til valda smákónga sem eru hagsmunaaðilar fyrir fjármagnseigendur og ríkasta fólkið á Íslandi. Við erum ofsalega föst þar. Og það þarf að breytast strax og en þess ég kom aðeins inn og tala málmleitartækið og þarna, já, þetta er ömurlegt að þetta þurfa að vera svona eða sé svona að vera að ræna börnin æskunni að sömu leiti. Já, öryggistilfinningunni. Og öryggistilfinningunni, já. Já, því það segir svo mikið ekki treysta hinum og við treystum ykkur ekki. Nei, við treystum ykkur ekki, einmitt. Og það er, þú ert líka búið til möguleika í höfðun á fólki. Já, skiljið, þú ert að planta hugmyndinni. En þetta er hræðilega ákvörðun að taka og ég skil hana vissuleiti. Hún er skiljanlega mörgu leiti. Af því ég á alla þessa úlinga þá eru heimatökin hjá mér að tala við þau og það er eitt sem líka þarf að gerast í þessu þjóðarátaki sem við erum að tala er það þarf að tala við þau. Og ég ákvað bara að spyrja nokkra úlinga aðeins þetta hnífamál og hvað þeim finnst sem málmleitartækið og það. Og þau sagðu þeim finnst þetta skiljanlegt í ljósi aðstæðna. Ég frétti það líka að það var leitað eins og til dæmis að Samfés fyrir nokkrum mánuðum, ekki málmleitartæki en það var leitað og það voru gerðir uppteknir hnífar þar. Svo fór ég að spyrja, hvaðan er verið að fá þessa hnífa? Hvaðan? Og þá er það kólaportið. Kólaportið, já, þetta er ótrúlegt sko. Og ýmsir svona hlutir og svo heyrði ég frá einu þeirra að ég sela ekki dýrara en ég stalli, eins og sagt er, en að hann sagði að vinir hans sem eru af öðrum litarhætti en hvítu, þeir væru oft hræddir við hörku frá lögreglu eða það að vera targeted, hvað er að lögreglan miði inn á þau og hafi byrjað að bera hnífa þess vegna fyrir sitt eyðuröryggi.
þetta var eitt sjónarmið sem kom fram í mínum samtölum. Forvirt viðbragð gagnvart meintu ofbeldi lögreglu. Já, og annað var gagnvart jumping, þessu við veit ekki hvort þið viti hvað það er, jumpa, að ef einhver gerir eitthvað á einhvers hlut, að þá geti hann átt vona því að það komi hópur og ráðist á sig og þá sé vissara að vera með hníf á sér. Já. Þetta voru meðal annars ástæðurnar sem að þessi krakkar sem ég talaði við gáfu mér. Já. Ég held að ég sé kannski hluti vandamálsins þegar ég áðan fjalllegilegi þá grifju að ræða hið efnahagslega sem of stóran þátt í þessu vegna þess að ég er örugglega hluti af vandamálinu að við höfum svo mikið verið að tala hið efnahagslega og peningana. Við þurfum náttúrulega það hræðilegast að ungt fólk geti ekki keypt húsnæði en það er örugglega hægt að leysa það einhvern veginn, það er örugglega ekki það alversta í samfélaginu þótt að sé hræðilegt að ná mennskunni aftur að stað með samtali og ná kjarna inntækinu í lífinu. Það er náttúrulega hlýtur að vera stóra verkefnið og miklu mikilvægara heldur en það að Seðlabankinn lækki vexti strax á morgun sem hann ætti þó að gera. Eru þið með einhverja pælingar, einhverja svona hugmyndir fyrir hlustendur og áhorfendur bara svona hvernig maður getur aktíft rætt málin þannig að við verðum öll betri manneskjur og við getum aftur búið til þessar brýr milli okkar og barnan okkar? Já, mér dettur í hug eins og þjóðfundurinn var eftir hrunið og stjórnarskrármálið sem að endaði þó eins og það endaði því miður. Þarna reis þjóðin upp saman, tók völdin í sínar hendur og sagði svona á þetta að vera. Það er eitt sem að mér dettur í hug að hægt væri að gera. Hlusta á krakkana og fyrst og fremst sýna auðmýkt. Og að stjórnmálamenn líka sýni auðmýkt og hún er engin, auðmýkt stjórnmálamanna er engin. Nú er bara slegið sér til riddara það að sé verið að stofna ráð og nefndir og ég ætla að gera þetta og hitt en að setjast aðeins niður hvernig er búið að vera stjórn og stýra, hvaða áhrif hefur það haft út í samfélagið, gæti það haft eitthvað með þetta að gera. Hvað er bara auðmýkt hjá okkur foreldrum, auðmýkt hjá stjórnmálafólki, auðmýkt bara samfélagsins. Við erum bara kominir við erum bara knésett núna eftir þessa atburði. Já, og búa aktíft til tíma, skipuleggja hann fyrirfram og láta ekkert raska því að það sé til tími. Já, og stjórnvöld eru með í því, þau eiga líka að búa til tíma. Munið eftir viðbröðunum í Noregi við árásunum í Útey. Já. Það var ekki vopnvæðumst frekar. Nei. Og enda er Noregur ekki landið þar sem að það er árásir í hverju eðskilið. Það var nútur við að halda utan hvort annað og þau sýndu ótrúlegan karakter, þau voru svo mikil fyrirmynd. Ég mun aldrei nokkuð tíma að gleyma þessu þegar það hefði verið svo auðvelt fyrir þau að búa bara til endalausar reglur og bara setja í lög og bara fjölga málmleitarliðum og bara þau hefðu geta skellt í lás og nota þetta sem afsökun en það var greinilega ekki þannig pólitískt landslag. Mér fannst að vera aðdánavert. Ég þekki ekki máli í smáatriðum en ég man eftir ég hafa hlustað á hana Stoltenberg og það kom mér svo óvart en það kom mér náttúrulega óvart af því að við erum að venjast svo allt öðru við erum í lægsti samnefnari fólk að reyna að kaupa sér atkvæði með því að segja nýta hræðslu sem þið finna fyrir bara já, fólk er hrætt útlendinga bara eitthvað svona þegar að, þú veist ég veit ekki hversu margir túristar eru og maður átti ekki að hrættu við túrista en þú vera hrætt við flóttafólk af því að flóttafólk er einhverju leita vegna hættulegri mann, eða skiljið þetta er bara svo ruglað og þú verður að skilja bara hvenær er verið að manipulera þig til þess að og breiða yfir eigi getuleysi þitt. Já, af því að það er bara það er það sem er að reyna að gera og fólk bara, þetta stjórnlagaþing sýndi líka bara að við sem hópur
fólkið í þessu landi, við erum ekki fíbl og við erum ekki vond hvort við annað. Þú veist, við erum sem, þú veist, hópsál eru við bara mjög skynsum og fín upp til hópa. Þú veist, það er og það hefði verið hægt að gera svo rosalega breytingar. Ég batt ótrúlega mikla vonir við þetta. Og svo bara snerist þetta þú veist, gardínusít eða eitthvað fáránlegt sem sýnir bara að einhverju vildi ekki að þetta yrði innleitt. Þú veist, og það er verið að fjalla þetta ennþá sem bara svona ótrúlega magnaðan, pólitískan og bara svona samfélagslegan tilraun af því þetta ógeðslega merkilegt og það er svo, ég minnst alveg þetta finnst mér ætti að vera eina okkar eftirsjám bara hún það. Við höfum svo sannlega átt okkar spretti, nú er komið að því að við eigum góðan sprett, við bara þurfum að eiga góðan sprett núna. Og það þarf að halda það út gagnvart stjórnveldum og líka bara svo að fólk verði ekki bara eftir mánuð þegar fólk núna ég búin að sjá svona eitthvað hnífar, eitthvað svona skilti og ég eitthvað svona þetta rosalega flókja núansera mál sem að ekki, þú veist, þetta ekki að segja nú eru öll börn með hnífa, þú veist, þetta segir bara að það er brestir í félagslega kerfin okkar og af því að, þú veist, talandi kerfi, af því að, þú veist, kerfin eru greinilega ekki, sem sagt, halda ekki vel og það skiptir bara máli hvernig manneskja á staðnum, bara alveg svo ef að kennari barnsins þíns lélegur þá ekkert á bakvið það þá verður, þú veist, þú getur bara verið óheppin af því það ekki sérst, þannig að þú getur rosalega heppin með kennara, það þýðir að kerfið utanum það ekki óskeikvöld og þá það bara frábær kennsla, frábært nám út af einstaklingi. Já. Þú veist, einhvern veginn. Og það einmitt líka, þú veist, að setja börn í forgang einmitt að setja þá sem að annast börnin okkar, mennta þau, líka í forgang. Að þau séu með mannsæmandi laun. Já. Að þeim sé mætt, að það sé ekki ómannlegt álag á þau og kröfur. Og það hluta því að setja börn í forgang. Menntakerfið, ég meina við sjáum það að drengir, það eru aðalega drengir sem að bera hnífa, það eru drengir sem að virðast ekki vera að pluma sig vel í skólakerfinu okkar aðalega og þetta þarf að horfa á í samhengi og heildar. Vandamál heimsins eru grá og lausnirnar eru það líka og það er ekki að setja bann hnífmerki eins og þú segir, þú veist. Það er ekki patentlaust til. Það er einmitt, þetta svo núansað. Já, það þarf að bráðum við stökkvum og bara á næsta mál, þú veist, þegar þetta einhvern veginn, við erum komið lengra frá þessu. En og líka, þú veist, stelpum líður illa í skólunum, en þú veist, strákar standa sig illa, stelpum líður illa. Já, það var frábær grein. En þau eru líka að gera frábært starf líka og það alveg, þessi gjaldfrjálsu skólamáltíðir eru ótrúlega, það var meira að þau voru að reyna að vinna gegn því. Já, það er slagt af fólki sem að hamast gegn þeim. Já, sem skildi ekki, þau skilja greinilega ekki í jöfnuð, þau get ekki sett sig í spor fólk sem hafa það verri en þau og það líka hluta vandamálinu að ríkt fólk afsakið sé að stýra öllu sem eru svona rosalega samfélagslegi hlutir af því að þú verður þú veist þú skilur ekki að ókeypis skólamáltíð geti skipt sköpum fyrir mannesku af því það bara svo fjarri þínum veruleika og það veist, af því að ok, ég þarf að skrifa annan pistil en þú baðst áðan afsökunar á því að vera ekki sérfræðingur og sko, ég held að við séum bara öll þrjú svona generalistar frekar en spesialistar í því sem við höfum verið að ræða og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við séum ekki bara að hlusta á eitt sérfræðing úr einni átt heldur gerum þetta saman. Já og þetta okkar samfélag, það við sem erum
búum hérna, það er við sem við eigum að segja, við valdið á að koma neðan frá. Við eigum að segja þeim hvernig það á að vera, ekki öfugt, og þetta er orðið öfugt. Ég verð að minnast á eina frábæra grein sem á Vísi í dag, eftir, ég held ég farið mér rétt með Kristbjörgu Þórisdóttur, þar sem hún að tala sko biðlistina fyrir geðheilbrigðismál og úlinga. Hún segir, ef að barn fótbrotnar, þá það ekki látið bíða í margar vikur eða mánuði eftir meðferð. Ef að það verður slys, það ekki bara látið afskipta laust þangað til að einhver biðlisti styttist. Það sama á að vera uppi fyrir geðheilbrigðismálin og bara að þetta jafn alvarlegt mein að líða illa andlega eins og líkamlega. Og með sama hætti þá held ég að sko þegar fullorðnu fólki finnst í lagi að svifta börnin okkar klukkutíma í sundlauginni á dag. Þetta varðar líðan, þetta varðar andan, þetta varðar sálina. Þau væru ekki að þessu ef þetta væri beinbrot. En það er þessi ótrúlega skammsýni að miða allt við beinbrotin í stað þess að fara inn í huga. Og að láta sér detta í huga að spara einhvern pening er náttúrulega bara fjarstæða vegna þess að það kemur bara, kostnærin kemur út annars staðar og miklu alvarlegri. Ég glemdi að minnast eitt, þú getur heldur ekki veipað í sundi. Það er reykt. Þetta er svo mikilvægur staður, þetta er svo ótrúlegt. Partur af okkar menningu. Bara svona líðheilsulegt og bara útivera, þetta er allt í einu. Þetta er ódýrt. Og okkur tókst ekki að gera þetta að einhverju hallarslu, þannig að þau myndi ekki vilja koma. Þegar þú voru með kvöldopnanirnar eins og í Laugardalsveginni til miðnættis og 50 dögum, ég bara aldrei sé jafn mikið ungu fólki í sundi og þetta var vinsælt, þannig að þau dróðu þetta tilbaka og svo eftir það fóru það að minnka opnunartímann og svo skrítið þegar þú ert að fylgjast með þessu bara í rauntíma og bara svona, af hverju er allir eitthvað svona, hvað með börnin? Og svo bara lokaru bókasafnunum yfir sumrin og styttir opnunartíma sundlega. Þetta er svo skrítin, mann líður eins og fólki sé bara í einhverju bara valdabarátt, eða skilur eins og þau hafa ekki tíma til að sinna því sem þau eiga verið að gera því þau eru bara eitthvað svona þetta er ári kostningar. Hvað get ég sagt? Við ætlum að loka landamærunum krakkar. Sem er bara svona það er svo óraunhæft. En svo ég segi ykkur fréttir í þessum töluðu orðum þá er búið að ákveða að málmleitartæki verða notið í öryggisgæslu á framhaldsskólaböllum á höfuðborgarsvæðinu, bara öllum framhaldsskólaböllum að sögn forsvarsmanns Go Öryggi, því að það er einkafyrirtæki sem að sér það að gæta öryggis barnanna okkar. Þetta er mjög ósmekkleg ákvörðun og auðvitað er einhver að græða á endanum. Þetta er einhvern veginn eins og í COVID þreytandi. En ég ætla að segja það er kannski bara fínt að við séum ekki sérfræðingar. Kannski er það bara fínt. Að við þurfum ekki að láta neitt kjósa okkur, þannig að við kannski erum frjálsari í að vera með aðhald við samfélagið sem við sjáum og erum inn í. Og bara hætta að hræðast stjórnvöld og bara fara að taka málin í okkar hendur, raunverulega. Mikil verkefni framundan. Ég þakka ykkur listamönnunum, listakonunum. Ég vona að hvort vekja sig í lagi. Sara Óskarsson og Lóa Hlín Hjálmtýsdóttur, þakka ykkur kærlega fyrir að auka umræðina á Samstöðin í dag með ykkar framlagi. Við höfum kannski ekki náð að leysa öll vandamálin en það er mjög mikilvægt að ræða þau. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og annar kafli þá og ólíkur framundan. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.